Samfylkingin mælist enn stærst í nýjum þjóðarpúlsi Gallup þótt fylgið hafi dalað. Stjórnmálafræðingur segir línur farnar að skýrast, flug Viðreisnar og fylgisfall Sjálfstæðisflokksins séu staðfest í hverri könnun á fætur annarri. Vonskuveður hefur verið landið norðanvert í dag. Færið farin að spillast og ekkert ferðaveður þar í kvöld. Gular og appelsínugular viðvaranir í gildi fram á morgundaginn. Ísraelsmenn sakaðir þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni á Gaza í skýrslum Sameinuðu þjóðanna og Human Rights Watch. Hamas-samtökin segjast tilbúin í vopnahlé. Enginn fundur hefur verið í kjaradeilu kennara í tæpar 2 vikur. Verkfall kennara í MR á að hefjast á mánudaginn. MR-ingar ætla að reyna að halda rútínu og huga að jólaundirbúningi. Síðasti geirfuglinn, sem var drepinn í Eldey árið 1844, hefur verið á konunglega náttúruminjasafninu í Brussel í næstum 180 ár. Fuglinn þykir vera einn af dýrgripum safnsins. Gott kvöld. Samfylkingin og Miðflokkur missa fylgi milli kannana samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Sósíalistaflokkurinn bætir við sig og mælist með mann á þingi. Vinstri græn nær þingsæti en í síðustu mælingu. Enn dalar fylgi Samfylkingarinnar og mælist nú 20,8%. Flokkurinn þó sem fyrr stærsti flokkurinn í könnuninni, en fylgið hefur verið á niðurleið frá því í sumar. Sjálfstæðisflokkurinn næstur með rúm 16% og Viðreisn tæp 16. Miðflokkurinn dala milli mánaða og fylgið komið niður í 14%. Flokkur fólksins bætir hins vegar við sig og í rúmum 10%. Sósíalistaflokkurinn fær 6% sem myndi skila honum 4 þingsætum. Flokkurinn var ekki inni í síðasta púlsi. Framsókn með 6% af fylgi og Píratar 5,5%. Vinstri græn mælast áfram utan þings en bæta þó lítillega við sig og með 4% af fylgi. Lýðræðisflokkurinn með 1% fylgi en Ábyrg framtíð sem býður aðeins fram í Reykjavík norður rekur lestina með 0,3% í því kjördæmi. 0,1% ef litið til alls landsins. Könnunin var gerð dagana 1. til 14. nóvember og var úrtakið 4.802. Þátttökuhlutfall var 48%. Og ef við lítum á þingsætaskipanina þá sjáum við að Samfylkingin fengi 14 menn á þing. Rauðumennirnir sýna viðbótina frá síðustu kosningum árið 2021. Hér sjáum við að Samfylkingin bætir við sig 8 mönnum frá þeim kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 11 þingmenn, einum fleiri en Viðreisn og Miðflokkur sem bæta miklu við sig frá síðustu kosningum, sérstaklega Miðflokkur. Flokkur fólksins bætir við sig 1 þingsæti, fer úr 6 í 7, en Píratar tapa helmingi sinna þingsæta og fá 3 þingmenn. Framsókn tapar 9 þingmönnum og fengi aðeins 4 og Sósíalistaflokkurinn fengi nú 4 menn. Vinstri græn mælast enn utan þings en þó nær því en áður. Ríkisstjórnarflokkarnir tapa samanlagt 22 þingsætum. Þeir fengu 37 menn kjörna í síðustu kosningum en fengu aðeins 15 menn nú. Nú 2 vikur til kosninga. Hversu góða vísbendingu ættu kannanir í dag að gefa niðurstöðunar? Sko, ef við lesum saman, til dæmis þessar 3 kannanir sem bara birtast í dag, þá sjáum við að mynstrið að skýrast, sem einfaldlega þetta að fylgisfall Sjálfstæðisflokksins staðfest í hverri könnun á fætur annarri. Samfylkingin með töluvert mikið meira fylgi heldur en hún hefur haft í kosningum áður, þó þeir sé ekki að ná þessu risi í skoðanakönnunum og tröppugangur niður helst þar. Viðreisn á flugi, Miðflokkurinn virðist hafa toppað. Vinstri grænir mælast núna staðfastlega út af þingi og það bara stórmerkileg tíðindi í íslensku stjórnmálum. Já, þessi könnun gerða megnum til áður en þetta mál með Þór Snæ kemur upp. Erum við að fara að sjá fylgið fara enn neðar? Þetta þetta mjög erfitt mál fyrir Samfylkinguna, eiginlega hvernig svo sem hún mun bregðast við því. Og það blasir við að þetta mál auðvitað ekki fallið til þess að hjálpa flokknum og mun eflaust gera einhverja afhuga flokknum, en hversu mikil áhrifin munu verða, leyfum mig nú að efast að þau verði stórfengleg.
Úr sviptingum í pólitíkinni förum við yfir í veðrið. Því appelsínugular og gular veðurviðvaranir í gildi á landinu norðan og austanverðu vegna norðvestan storms og hríðarveðurs. Á Austurlandi hefur verið bálhvasst í dag en norðan til hefur fylgt talsvert snjókoma. Ofankoman tekin að spilla færð víða og búið að loka veginum Mývatns- og Möðrudalsörafi. Öllu innanlandsflugi var aflýst í dag og fjöldi vega á óvissustigi vegna veðursins. En Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður, þú hefur verið á ferðinni á Akureyri í dag. Hvernig lítur þetta út? Eins og þið sjáið ekkert agalega akkurat núna. Það hefur moksnjóað síðustu klukkutímana en það ekkert svo hvasst akkurat eins og Það hafa bara verið dálítið miklar sviftingar í veðrinu í dag og eins og síðustu daga. Þetta eiginlega bara allt önnur árstíð sem við erum að díla við hérna í dag heldur en fyrir 1-2 dögum þegar það var vel yfir 10 stiga hiti hérna í bænum. En þessi snjór heldur betur farin að spilla færð hérna innan sem utanbæjar og það var nú raunar bara núna þegar vorum að koma okkur fyrir var umferðaróhapp hérna bara rétt fyrir aftan okkur þannig það sannarlega ástæða til þess að fara varlega en starfsmenn Akureyrarbæjar hafa nú verið að velta fleiru fyrir sér heldur en snjónum. Valur Þór Hilmarsson, verkstjóri, hvað það sem að þið hafið verið að gera í dag? Við erum að gera undirbúa okkur undir það að gæti komið flóð hérna inn á Oddeyrina og höfum bara lagt alla áherslu á það. Einmitt, og fyrirtækja eigendur hérna sem eiga þessi hús fyrir aftan okkur eru búin að festa hérna krossviða plötur fyrir hurðar og greinilega undir allt búnir en spáin aðeins skárri kannski heldur en leit út fyrir eins og í gær? Já, okkur finnst það en við gerum við vinnum samkvæmt því að versta geti gerst sko. Þannig þið verðið í starthólunum áfram? Já, fram á nótt ef þess þarf. En snjórinn að einhverju leyti að hjálpa þess eins og núna eða svo skilst mér reyndar að það að fara að rigna í nótt? Þetta ekki alltaf flókin staða? Það hjálpar okkur heilmikið að fá snjóinn, það léttir á frávitunni. Þannig að við þurfum þá bara að hafa áhyggjur af því sem kemur frá hafinu. En mögulega rignir í nótt, þá verður þeir versta yfirstaðið. Akkurat, vonandi fer þetta allt saman vel hjá ykkur. Við höldum líka áfram að fylgjast með þessu fram eftir kvöldi eða fram eftir nóttu ef þurfa þykir. En segjum þessu lokið hérna frá Akureyri í bili. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir og við fylgjumst að sjálfsögðu með þróun mála hér syðra líka. En þá að öðru. Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir hernað Ísraels á Gaza bera einkenni þjóðarmorðs og Human Rights Watch segir eyðileggingu á heimilum Gazabúa jafngilda glæpum gegn mannkyni. Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn segja ályktanirnar rangar. Í skýrslu Human Rights Watch sjónum beint að eyðileggingu innviða á Gaza og að Palestínumenn hafi verið þvingaðir til að yfirgefa heimili sín. Þeir séu oft sendir á svæði sem eigi að vera örugg en verða samt sem áður fyrir árásum þar. Senior officials, including Netanyahu, have called for the voluntary migration of Palestinians and encouraged states to welcome them. Instead of providing for the displaced population, authorities have deliberately restricted humanitarian aid and used starvation as a weapon of war. The forced displacement is widespread, systematic and intentional and forms part of a state policy and amounts to a crime against humanity. Stjórnvöld í Ísrael segja þetta rangt. Aðgerðirnar beinist að Hamas, ekki íbúum Gaza. Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir í skýrslu frá í gær að hernaður Ísraelsmanna á Gaza beri einkenni þjóðarmorðs. Óbreyttir borgarar séu ýmist drepnir eða skildir eftir í lífshættulegum aðstæðum viljandi. Ísraelsmenn komi auk þess í veg fyrir að neyðaraðstoð berist til Gaza. Ísraelsstjórn hefur ekki brugðist við þessu en talsmaður bandaríska utanríkisráðuneytisins var inntur eftir viðbrögðum við niðurstöðunni einkenni þjóðarmorðs. That is something we would unequivocally disagree with again. We think that that kind of phrasing and those kinds of accusations are certainly unfounded. Þá séu upplýsingar mannréttindahópa ekki í samræmi við það sem Bandaríkjamenn sjáu á vettvangi. Hamas samtökin tilkynntu í dag að þau væru tilbúin í vopnahlé ef tillaga það verður kynnt. Skorað á Donald Trump verðandi Bandaríkjaforseta að þrýsta á Ísraelsstjórn að hætta árásum á Gaza. Engin fundur var í kjaradeilu kennara hjá ríkissáttasemjara í dag. Hafi samningar ekki náðst, leggja kennarar í menntaskólanum í Reykjavík niður störf á mánudaginn. Nemendur óttast áhrif á námið en ætla að gera það besta úr aðstæðum.
Tæpar 2 vikur frá síðasta samningafundi kjaradeilu kennara við ríki og sveitafélög, sá síðasti var laugardaginn 2. nóvember. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins segir að fundur hafi verið boðaður á sunnudaginn. Alls 340 kennarar í verkfalli í 9 leik-, grunn- og framhaldsskólum 3000 barna og unglinga og þar af 1300 á skólaskyldualdri. Á mánudaginn bætast 70 kennarar í MR í hópinn og þá verðum 700 nemendur til viðbótar án kennslu. Við erum búin að vita þessu alltaf lengi að við erum ekki að fara í skólan og þetta hefur ekkert mjög jákvæð áhrif á okkur, enda jólaprófin í næsta mánuði. Gott að fá smá frí, en já, það er bara að fara í prófin, sko. Það er mikilvægast, finnst mér. Það er svo rosalega mikil óvissa á bakvið þetta hjá bæði nemendum og kennurum. Það veit eiginlega enginn hverjar afleiðingarnar verða eða hversu lengi þetta verður og já, það er svolítið erfitt að mynda sér skoðun út frá bara þessu litlar upplýsingar. Verði af verkfallinu á mánudaginn verður MR annarra 2 framhaldsskólum á landinu þar sem kennsla liggur niður vegna verkfalls. Sanngirni ekki, ég veit það ekki, þetta er bara rosalega áhugaverð aðferð og bara á hún að skila einhverju, þú veist, er það pressa bara svona fáir skólar sem að fara? Ég veit það ekki, sko. Gerur það fyrir þessi ekki fyrir að mæta skólan á mánudaginn? Hvað ætlar að gera? Ég var nú búin að plana að jólast smá og þú veist, og því að við erum ekki búin að fá að jólastúsast seinustu árin, þannig að ég ætla bara að nýta það í botn. En þú ætlar að reyna að halda einhverju rútínu, farið svo verkfalli dragist á langinn? Ég ætla að reyna það, en ég veit ekki alveg hvort að ég mun eitthvað ná því, en já, svo er það bara að jólast og skreita og gera eitthvað skemmtilegt. Ég held að vera bara erfitt fyrir kennarinn að missa svona frábæra nemendur aðalega, maður það líka að hugsa þá. Já. Þannig að hugur ykkar hjá þeim? Já, heldur betur. Eftirlit á landamærum verður styrkt til að draga úr skipulagðri brotastarfsemi og tryggja skilvirka móttöku útlendinga og brottflutning. Dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóri kynntu stefnu og landsáætlun landamæri eftir ríkisstjórnarfundi morgun. Við erum að innleiða mjög mikið af kerfum vegna þess að þessar áskoranir sem við erum að glíma við hér, skipuleg brotastarfsemi og allt sem henni fylgir, þetta er náttúrulega alls staðar í Evrópu. Það er gert í gegnum þessi Schengen-kerfi, gegnum landamærastofnun, gegnum Europol og eiginlega öll stór mál sem við erum með á Íslandi til rannsóknar hafa þessi alþjóðlegu vídd. Og þetta er alltaf samstarfsverkefni. Meiri tækni verður á landamærastöðum, fólk þjálfað og ný kerfi tekin í gagnið. Lífkennakerfi heitir ABIS og það er búið að vera gríðarlega langur ferill, útboð og nú er innleiðingaferli. Þannig að við erum að vinna með þetta. Þetta verður fullu innleitt á næsta ári, vonandi snemma á næsta ári. Greiningamiðstöð fyrir þau sem sækjum alþjóðlega vernd er nú í Reykjavík og þarf fólk að bíða lengi eftir svörum. Miðstöðin á að flytja nær í Keflavíkurflugvelli og flýta greiningu. Hvenær er hægt að setja upp þessa greiningamiðstöð? Já, ég hafði bundið vonir við það að ég gæti gert það strax á næsta ári og ég ætla enn að segja það þarf að koma upp greiningamiðstöðin nálægt við flugvöllin sem fyrst og ég ætla bara að segja á næsta ári. Minnst 10 fórust þegar kviknaði í hjúkrunarheimili í þorpinu Villa Franca de Ebro nærri Zaragoza á Spáni í morgun. Alls voru 82 á heimilinu þegar eldurinn kviknaði. Eldvarnir kom í veg fyrir meiri útbreiðslu en reykurinn breytist víðar húsið og olli öndunarerfiðleikum hjá fólki. Í húsinu voru ekki aðeins aldraðir heldur líka ungt fólk sem glímir við andleg veikindi. Ekki er vitað hvers vegna eldurinn kviknaði. Alls hafa 22 látist í 3 eldsvoðum á hjúkrunarheimilum á Spáni á tæpum 3 árum. Framsóknarflokkurinn vill ábyrgari ríkisfjármál, lægri virðisaukaskatt á matvæli og réttlátara húsnæðiskerfi. Formaðurinn segir mikilvægt að auka framboð á húsnæði og tryggja að hægt sé að taka óverðtryggð lán á föstum vöxtum til lengri tíma. Framsóknarflokkurinn kynnti helstu áherslur og stefnumál á skrifstofu flokksins í Bæjarlind í Reykjavík í dag. Formaðurinn segir að taka þurfi ríkisfjármálin fastar í tökum, skapa skilyrði fyrir minnkun verðbólgu og lækkun vaxta og setja heimilin í landinu í forgang. Þegar við erum búin að ná jafnvæginu í ríkisfjármálunum sem við getum að okkar mati ná 26, þá ætlum við að lækka matarskattin 1/3, öllum heimilum til hagsbóta og auðvitað mest þeim tekjulægri
Setja þurfi upp nýtt húsnæðislánakerfi í samstarfi við Seðlabankann og lífeyrissjóðina svo hægt verði að festa vexti á óverðtryggðum lánum til 20 ára sem auki fyrirsjáanleika hver mánaðamót. Þá þurfi húsnæðismarkaðurinn að vera réttlátari. Auka þurfi framboð á húsnæði, setja á skattakvata fyrir hagkvæmar íbúðir og auka fjármagn til hlutdeildarlána. En við ætlum líka að horfa á að selja til að mynda Íslandsbanka og lækka þannig skuldir ríkissjóðs 90 milljarða cirka og horfa einnig á slíka aðra þætti í hagræðingu eðlilega og eðlilegu aðhaldi í ríkisfjármálunum og stofnanaumgjörðinni til þess að auka umsvif ríkisins án þess að það kosti skatta eða hækkanir á fólk og fyrirtæki. Geirfuglinn sem var drepinn í Eldey árið 1844 og talinn vera einn af þeim síðustu af sinni tegund hefur verið geymdur á náttúrugripasafninu í Brussel í næstum 180 ár. Hann kemur ekki lengur fyrir sjónir almennings því hann þykir of dýrmætur. Það var búið að stilla geirfuglinum upp á vagn þegar við Árni Snævar, fyrrum fréttamaður og starfsmaður Sameinuðu þjóðanna komum í konunglega náttúruminjasafnið hér í Brussel nýlega til að standa augliti til auglitis við fuglinn, þennan síðasta karlfugla af tegund geirfugla sem vitað er til að hafi verið á lífi. Fuglinn í Brussel var drepinn sennilega 2. júní 1844 og hann fór í gegnum nokkra liði, það einnig 7 liðir, þetta var svona viðskiptasambönd, fyrst til kaupmanns í Reykjavík og síðan sendur út og 6 safnarar eða umboðsmenn þar og endaði hjá Frank nokkrum sem að selda hann á safnið í Brussel. Og þar hefur fuglinn verið í næstum 180 ár. Hann geymdur í sérstöku herbergi með öðrum dýrgripum safnsins. So it says it was entered in the collections on 8 September 1846. It could have arrived in Belgium earlier than that, but that's the date the specimen was officially registered and got a collection number in our museum collection. Right. Það hefur talsvert verið gert með þá staðreynd að 3 Íslendingar voru fengnir til að fara út í Eldey sumarið 1844 til að drepa geirfugla. Þar á meðal var þessi fugl. En það var hins vegar bara endapunkturinn á tilvist þessarar tegundar. Aðdragandinn var mun lengri. En fuglinn var veiddur stráfeldur á Nýfundalandi og 1000 fugla og fræðimenn hafa sagt að það hafi verið sjokkið, þetta var sláturhús og í raunina hafi stofninn ekki átt sér viðreisnar von eftir það. 80 geirfuglar eru til á söfnum víða heim. Einn þeirra á Íslandi. Hann var keyptur árið 1971 fyrir 2 milljónir króna á uppboði í Lundúnum. Þessi fugl var síðast sýndur á Íslandi árið 2017 en verður hins vegar í öndvegi í nýju húsi Náttúruminjasafnsins sem tilstendur að opna á Seltjarnarnesi á næsta eða þarnæsta ári. Fjalla verður ítarlega þennan geirfugl í Heimskviðum á Rás 1 á morgun að loknum hádegisfrétt. Þá að öðru, það enn meir en mánuður til jóla, en það samt orðið jólalegt að litast í Hafnarfirði. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á Thorsplanið þar sem jólaþorpið var opnað fyrr í dag. Erla, ekki full snemmt fyrir fólk að vera komið í hátíðaskap nú? Já, Sigga, það vona að þú spyrjir. Það allar ekki hérna í Hafnarfirði því að það virðist verið sem að hinn sanni jólaandi sé bara mættur. Allan ef marka má brosina á andlitum fólks sem mætti hérna klukkan 5 þegar að jólaþorpið var formulega opnað og verður opið hér allar helgar fram að jólum. En hjá mér eru þeir Páll og Ívar sem taka þátt í herlegheitunum í ár. Palli, þú ert nú oft kenndur við Bæjarbíó og sérðum Hjartarsvellið. Hvað svona helst á dagskrá hjá ykkur næstu helgar? Nú svona á dagskrá hjá okkur, við erum opið Hjartarsvellið á sama tíma á jólaþorpi hérna fyrir aftan okkur og jólabærin og svo erum við með jólatjald fyrir aftan Bæjarbíó. En svona þessi típiski hringur sem við verðum að benda á, það að byrja hér í jólaþorpinu sem við opnum árið 2003 fyrst, þannig að 2001. árið í gangi. Og svo löpum við þaðan inn í Tívolitækin sem er við Vinsarhúsið okkar, þaðan á Hjartarsvelli og svo farið yfir í Helliskerði í alla ljósadýrin okkar.
Þannig að það bara sann jólastemning komin hérna og Ívar, þú ert matreiðslumaður og ert hérna með vörurnar til sölu í einu af þessum jólahúsum. Þú komst í fyrra og ert komin aftur. Hvað það svona sem trekkir að? Það bara svo frábært að sjá gleðina í fólki sem sækir Hafnarfjörð heim, alveg saman hvort það eru jól. Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandsliðið í fótbolta mætir Kanada og Danmörku í vináttuleikjum mánaðamótin. Liðið býr sig undir þjóðadeild og lokakeppni EM á næsta ári. Þú vilt líka vera að pröfa eins hluti og vilt líka vera að þróa hluti áfram. Kvennalið Vals í handbolta á lygilegri sigurgöngu. Liðið tapaði síðast leik fyrir 391 degi síðan og hefur unnið 37 leiki í röð í öllum keppnum innanlands og í Evrópu. Það sé góður árangur og bara í raun og veru magna afrek hjá stelpunum. Og HM í kraftliftingum hélt áfram í Njarðvík í dag. Keppni dagsins var samvinnuverkefni með Special Olympics og átti Ísland 7 fulltrúa í keppni dagsins. Íþróttir eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Samfylkingin mælist enn stærst í nýjum þjóðarpúlsi Gallup þótt fylgið hafi dalað. Stjórnmálafræðingur segir línur farnar að skýrast, flug Viðreisnar og fylgisfall Sjálfstæðisflokksins séu staðfest í hverri könnun á fætur annarri. Vonskuveður hefur verið landið norðanvert í dag. Farið farin að spilla. Svona með á sumrin, það einhvern veginn bara svo sjúklega góð stemning hérna og fólk bara til í að sleppa sér, sleppa tökunum. Og hvernig hefur þetta verið svona í dag? Bara fólk búið að vera í hátíðarskapi og allir tilbúnir í jólin? Já, það svolítið kalt en allir í góðu skapi og hlakka mikið til greinilega. Nóg að gera. Takk fyrir þetta en við kannski bara segjum þetta lokið hérna úr Hafnarfirði að sinni. Takk fyrir það, Erla María. Og það veitir kannski ekki af jólaskapi með við veðrið framundan. Norðvestan hvassviðri og sumstaðar stormur, hvassast suðaustan og austan til. Snjókoma eða él fyrir norðan og austan en dregur úr vindi og ofankomi í nótt og í fyrramálið. Hægari vindur og þurrt landið vestanvert. Norðan 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun en 15 til 23 austanlands fram eftir degi. Él á norður og austurlandi, annars víða bjartviðri. Hiti frostmark og það er Óli Þór Árnason veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Sérst og ekkert ferðaveður er þar í kvöld. Gular og appelsínugular viðvaranir er í gildi fram á morgundaginn. Ísraelsmenn eru sakaðir þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni á Gaza í skýrslum Sameinuðu þjóðanna og Human Rights Watch. Hamas-samtökin segjast tilbúin í vopnahlé í stríðinu þar. Engin fundur hefur verið í kjaradeilu kennara í tæpar 2 vikur. Verkfall kennara í MR á að hefjast á mánudaginn. MR-ingar ætla að reyna að halda rútínu og hugað jólaundirbúningi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV-appið. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá RÚV.is en þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.